Kæru vinir, verið öll hjartanlega velkomin hingað í Sandgerðiskirkju til útfarar Reynis Sveinssonar. Ég ætla nú að byrja á því að biðjast velvirðingar á innsláttarvillu hér framan á sálmaskráni sem margir hafa rekið augun í, að dánadagurinn væri 21. júní 2024. Dóttir hans hafði það nú orðið, þetta væri örugglega hrekkur hjá Reyni. En eins og við vitum þá gat hann alveg verið stjórnsamur. Ég hugsaði með mér að hann hefði kannski verið búinn að bóka þetta sem dánardag. En honum var nú ekki að þeirri ósk, en þetta á að sjálfsögðu vera 21. janúar 2024. En við skulum hefja þessa stund í Jesú nafni á því að signa okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálp okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Og fyrsta sálminn skulum við syngja með kórnum í almennum söng og rísa á fætur. Þau sem ekki eru fótalúin, hærra minn Guð til þín og láta heyrast vel í sér. Í 130. Davíðssálmi standa þessi orð. Úr djúpinu ákalla ég þig drottinn, drottinn heyr þú raust mína, lát eyru þín hlusta á grátbeiðni mína. Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum, drottinn hver fengi þá staðist, en hjá þér fyrirgefning svo menn óttist þig. Ég vona á drottinn, sál mín vonar og hans orðs býð ég, því að hjá drottni miskunn og hjá honum gnægð lausnar. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Í Rómverjabréfinu standa þessi orð: Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal geri það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu sé kostgæfin. Og sá sem vinnur miskunnaverk geri það með gleði. Elskan sé flærðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Skulum rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Við upphaf fjallræðunnar segir Jesús þessi þekktu orð: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeir munu miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir því að þeirra er himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
Hingað hafa borist kveðjur. Það kveðja frá Bergþóru og fjölskyldu í Noregi, frá Esteri Gretasdóttur og Hirti Jóhannsinni, frá Sigurjónu og Karli Ottesen, frá séra Auðundi Björnsinni, frá leikmannaráði Þjóðkirkjunnar, frá fyrrum vinnufélögum Halldóri Pálmari Halldórsinni og Jörundi Svavarsinni og frá prófasti Kjalarnes prófastdæmi séra Hans Guðbergi Alfreðssyni. En náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þjónusta. Það er hugtak sem er svo samofið kristinni lífsafstöðu að það vart hægt að rjúfa þar á milli. Við erum öll kölluð til þjónustu í Guðs ríki hvert með okkar hætti. Í síðari ritningalesturinn sem ég las áðan erum við minnt á ólík hlutverk okkar og ólíka þjónustu. Öll þjónusta skiptir máli og er þörf. Kristin trú kallar okkur til að gefa af okkur til annarra, leggja okkar að mörkum til meðbræðra og systra, bæta samfélagið á einhvern hátt. Í Matteusar guðspjalli er saga af þjónum sem falið var að ávaxta eignir húsbónda síns og þegar þeir sýndu ávöxt iðju sinnar sagði húsbóndinn: Gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Og nú hefur Reynir okkar Sveinsson gengið inn í fögnuð herra síns. Einlægur þjónn kirkju og samfélags, leggur nú árar sínar í bát, tekur með æðruleysi á móti örlögum sínum og gengur inn hlið himins. Efst í huga er þakklæti fyrir framlag hans til lífsins. En lítur nú yfir lífshlaup Reynis. Reynir Sveinsson fæddist hann 2. júní árið 1948 hér í Sandgerði. Foreldrar hans voru Sveinn Aðalsteinn Gíslason, fæddur 1914, dáinn 1982, og Guðbjörg Hulda Guðmundsdóttir, fædd 1914, dáinn 1998. Reynir var 4. í röð 7 systkina. Þau eru Ásdís, fædd 1942, dáinn 2018, Gísli, fæddur 1943, dáinn 1970, Guðmundur, fæddur 1946, Sigurður, fæddur 1949, Aðalsteinn, fæddur 1952 og Sólveig, fædd 1955. Reynir gekk í barnaskólann hér í Sandgerði. Hann átti góða æsku hér í bænum, lék sér í hvers kyns útileikjum, auk þess að leika sér mikið við tjörnina, þar sem bátar og bryggjur voru byggðar. Bátarnir hans Reynis voru alltaf flottastir því að hann tók upp á því að setja rafmagn í bátana sína og þar að leiðandi voru þeir með ljósum eins og alvöru bátar. Þegar hann var barn og unglingur vann hann oft í fiski eins og tíðkaðist. 17 ára aldur bauðst honum að fara til Reykjavíkur og læra rafvélavirkjun. Siggi bróðir hans lýsir því þannig að pabbi þeirra hafi verið í símanum við eldhúsborðið þar sem þetta kom til tals og spurði Reyni yfir eldhúsborðið hvort hann vildi fara til Reykjavíkur og læra rafvélavirkjun. Reynir svaraði muldrandi: Ég vil ekkert fara til Reykjavíkur. Þar við sat. Siggi fór í bæinn en Reynir lærði hins vegar rafvirkjun hjá föður sínum. Upp úr 1971 stofnaði hann verkstæðið Rafverk EHF í félagi við Kára Sæbjörnsson. Reynir aflaði sér meistararéttinda og rak fyrirtækið í tæp 30 ár. Þann 25. október 1975 kvæntist hann Guðmundínu Þorbjörgu Kristjánsdóttur sem fæddir árið 1956. Þetta var einnig skírnardagur Gísla sonar þeirra. Þau skildu árið 2009. Þau eignuðust 3 börn. Elstur er Gísli, fæddur 20. ágúst 1975. Sambýliskona hans er Hrefna Björk Sigurðardóttir, fædd 1980. Börn Gísla með fyrri konu sinni Helenu Maríu eru Elisabeth Lena, fædd 2005 og Una Rós, fædd 2007. Börn Hrefnu og stjúpbörn Gísla eru Telma Ögn, fædd 2009 og Reynir Hörður, fæddur 2011.
Næst Sigríður, fædd 14. júlí 1980. Sigríður var gift Bjarka Tí Gylfasyni sem fæddur 1980 og eiga þau börnin Garðar Frey, fæddan 2001, Úlfar Þór, fæddan 2002, Emblu Maríu, fæddan 2010, Ími Breka, fæddan 2012 og Nathan Levi, fæddan 2016. Yngst Guðbjörg, fædd 15. október 1985. Sambýlismaður hennar Gunnar Daniel Sæmundsson, fæddur 1985. Börn þeirra eru Hilmar Þór, fæddur 2019 og Ragnar Óli, fæddur 2022. Eftir að hafa rekið rafverk í tæp 30 ár hóf hann störf hjá Sandgerðisbæ sem forstöðumaður fræðasetursins hér í Sandgerði árið 1999 sem nú heitir Þekkingasetur Suðurnesja. Þar starfaði hann til sjötugs. Hann naut sín vel í þessu starfi og einna best við móttöku hópa sem hann fræddi svæðið. Hann var góður leiðsögumaður og sagði skemmtilega frá, enda margrómaður í því hlutverki. Hann lagði sitt að mörkum við uppbyggingu ferðaþjónustu hér á Reykjanesi. Þá var hann tíma forstöðumaður tjaldsvæðisins hér handan við kirkjuna. 2 ára skeið kenndi hann rafvirkjun í FS. Reynir tók að sér mörg trúnaðarstörf í gegnum árin enda afar virkur í félagsmálum. Hann sat fyrir Sjálfstæðisflokkinn í bæjarstjórn Sandgerðis í 20 ár og var í hafnaráði í 16 ár, auk þess að sinna öðrum trúnaðarstörfum á sameiginlegum vettvangi sveitarfélaganna hér á Suðurnesjum. Reynir var mjög virkur í björgunarsveitinni Sigurvon ásamt sterkum kjarna fólks sem byggði björgunarmiðstöðina hér í Sandgerði. Hann var formaður tíma og félagur úr sveitinni standa hér heiðursverði í dag. Hann var í slökkviliði Sandgerðis í 40 ár og þar af slökkviliðsstjóri í 9 ár. Hann hafði það nú einhvern tímann á orði að hann hefði nú verið duglegri við að brenna hús heldur en að slökkva í þeim. Hann var félagi í Lionsklúbbnum í 36 ár og þar af formaður af og til á þessum árum. Reynir hefur verið í sóknarnefnd Hvalsnessóknar í 35 ár og þar af formaður stærstan hluta þess tíma. Hvalsneskirkja átti algjörlega hug hans og hjarta og tók hann á móti ótrúlegum fjölda hópa á hverju ári sem leiðsögumaður þar. Hann var vakinn og sofinn yfir kirkjunni, gekk í það sem þurfti og sá til þess að viðhaldi væri sinnt, sótt styrki og var vel að sér í öllum málum kirkjunnar. Í hans formannstíð var hans fyrsta verk að láta hlaða grjótvegginn kringum kirkjugarðinn. Þjónustuhúsið í kirkjugarðinu var reist, gólf lagað í kirkjunni, gluggar endurnýjaðir, turninn lagaður og nú síðast göngustíður lagður í kirkjugarðinu. Í hans formannstíð var þetta hús sem við erum í núna, Sandgerðiskirkja og safnaðarheimili, reist og vígt árið 1998. Hann tók virkan þátt í hönnun hússins og sá til þess að hér skorti ekkert. Hann bar alla tíð hag kirkjunnar fyrir brjósti, var manna duglegastur að sækja héraðsfundi, ársfundi kirkjugarðasambandsins og leikmannastefnu enda var hann í leikmannaráði og var gjarna fundarstjóri á leikmannastefnu sem hann gerði með myndarbrag. Hann var hvarvetna vel liðinn á vettvangi kirkjunnar. Hann fylgdist vel með kirkjustarfinu hér í sókninni og óhætt að segja að engan skugga hafi borið á okkar samstarf þau 14 ár sem ég hef þjónað hér sem prestur. Það má eiginlega segja að hann hafi verið virkur í öllu félagsstarfi bæjarins nema í kvenfélaginu Hvöt hér í Sandgerði. Ég get nú eiginlega ekki stillt mig að rifja upp fyrstu kynni okkar Reynis. En þannig var að þegar þetta embætti var auglýst 2009, þá var ég prestur norður á Hvammstanga og þá hringdi ég í hann svona til þess að kynna mér aðstæður. Samtalið var nú eitthvað á þessa leið. Sæll Reynir, Sigurður heiti ég prestur. Þið eru auglýst eftir presti hjá ykkur. Hvernig presti eru þið að leita að? Reynir var nú ekki lengi að svara og sagði eitthvað á þessa leið. Já, við viljum bara fá prest sem gerir það sem þarf að gera og ekkert að fara í leyfi hér og leyfi þar. Hann var ekkert að skafa utan að því. Hann kom til dyrana nákvæmlega eins og hann var klæddur.
Í sama samtali kom margt fram af því sem hér hefur verið talað upp störf hans. Hann var jú formaður sóknarnefndar og formaður Lions og hafði verið í hafnarstjórn og umsjónarmaður tjaldsvæðis og forstöðumaður fræðaseturs og fleira. Og ég lét nú einhvern tímann þau orð falla, það hafi nú ekkert verið skrítið, það hafi verið mikið atvinnuleysi hér í Sandgerði þegar sami maðurinn var í öllum störfum. En hvernig manneskja var Reynir? Það var nú mikið líf og fjör í kringum hann Reyni. Hann var umhyggjusamur og skemmtilegu pabbi og afi. Það eru til margar skemmtilega sögur af honum með fjölskyldunni, leikandi við barnabörnin eins og til dæmis þegar nokkur barnabörn voru með sparkbíl og þríhjól í stofunni hjá afa. Þá greip hann bara í ryksuguna sem var á hjólum og fór að hlaupa með krökkunum. Skemmtileg minning. Reyni var veisluglaður og fannst fátt skemmtilegur en að grilla ofan í fólkið sitt og alltaf miklu meira en þurfti. Hann var hjálpsamur og alltaf boðinn og búinn til aðstoð við hvers kyns framkvæmdir og keyrði meira að segja einu sinni til Hollands, 70 að aldri, til þess að aðstoða Guðbjörgu og fjölskyldu við framkvæmdir. Hann fylgdist vel með krökkunum sínum, til dæmis þegar Gísli var á sjó, þá var Reynir alltaf mættur á bryggjuna þegar báturinn kom í land. Og eins hringdi hann reglulega eftir rúturferðirnar hans til þess að spyrja hvernig gekk. Hann var mikill húmóristi og talsverður prakkari líka. Hann átti mörg nyttin tilsvör og hafði líka húmor fyrir sjálfum sér. Á tímabili hafði hann netta bíladellu og átti að margra mati flottasta bronkóin hérna á svæðinu. Hann var mikill náttúruunnandi og ferðaðist víða en ljósmyndun var hans helsta áhugamál. Framkallaði sjálfur árum áður og festi á filmu viðburði, náttúrufar, byggingar og fleira hér á svæðinu. Eftir hann liggja allavega 16.000 framkallaðar myndir og í hans eigu eru taldar vera yfir 300.000 myndir auk kvikmynda og myndbanda. Heilsu Reynis tók að hraka árið 2022. Hann lá á sjúkrahúsi tíma en fór svo aftur heim. Hann bar sig þó alltaf vel og hjá honum var aldrei neitt að. 19. ágúst síðastliðinn var hann við þjónustu í Hvalsneskirkju. Að lokinni sinni skyldu fór hann á spítala og kom aðeins 2 nætur heim eftir það. Þetta lýsir ágætlega tengingu hans við kirkjuna, að síðustu kraftar hans voru notaðir í þjónustu við kirkjuna sem hann unni svo heitt. Reynir fékk friðsælt andlát á HSS þann 21. janúar síðastliðinn. Mér koma í hug orð úr 73. Davíðssálmi þar sem segir: Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilífð. Hér settur punktur aftan við viðburðarlíkt líf manns sem helgaði sig því samfélagi sem ólan. Hér fæddist hann, hér lifði hann, hér starfaði hann og hér fer hann til foldar. Hvort sem var að ræða launuð eða sjálfboðin störf, þá miðaði allt að því að bæta samfélagið okkar hér í Sandgerði. Guð launi. Hann sannarlega ekki háaldraður á nútíma mælikvarða og gott hefði verið að njóta samvista hans nokkur ár til. En svona þetta. Og verkefni fjölskyldunar að læra að lifa við breytta fjölskyldumynd, þar sem nýjar hefðir og ný hlutverk geta orðið til. Allt þarf sinn tíma og hver og einn þarf sitt svigrúm til að syrgja á sinn hátt. Jesús segir í Matteusar Guðspjalli: Komið til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Megi góður Guð leiða ykkur og styrkja á komandi tíma og blessa minningu Reynis Sveinssonar.
Skulum biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því augum mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þínum. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Reyni Sveinssyni sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Yeah.
Skulum rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprissan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Skulum setjast aftur og hlýða á kórinn syngja lokasálm. Rísuð upp og meðtaki blessun drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Ég minni á að við stöndum í boði að þiggja veitingar í samkomuhúsinu hér í Sandgerði að athöfn lokinni.